Góðan daginn, kæru frumkvöðlar. Hvað segir þið gott? Við erum komin á dag 3 í nýsköpunarvikunni og eins og ég lofaði þá ætla ég að vera með beinar útsendingar alltaf og ég er mættur hérna fyrir eina slíka útsendingu. Að þessu sinni er ég með 3 viðmælendur og hérna við ætlum að ræða ýmislegt tengt nýsköpunarvikunni og þessum 2 mjög áhugaverðum fyrirtækjum. Ég er með hana Önnu Björk hérna hjá Sea Data Center og hún ætlar að tala fiskigögn sem að mér persónulega finnst vera mjög áhugavert og hún ætlar að segja frá hvernig hún er búin að byggja fyrirtæki í kringum það. Við erum líka með en Eyþór Mána frá Hopp og ef þið vitað ekki þá er Hopp rafmagnslaupahjólin sem eru út allan bæ og ég persónulega nota mjög mikið til að komast á milli staða. Og svo erum við komið með hana Melkorku hérna sem er náttúrulega einn af skipuleggjendur nýsköpunarvikunnar og þegar við erum öll hitt hana hérna í fyrir útsendingum. En Melkorka, við kannski byrjum bara aðeins á þér og þú kannski segir okkur aðeins, núna þetta verður 3. dagurinn í dag, hvernig er búið að ganga fram að þessu og hvað er svona næst á dagskrá í nýsköpunarvikunni? Það er alltaf bara búið að ganga ótrúlega vel og bara ég þreytist ekki á að tala það að það er náttúrulega kannski aðeins meira en að segja það að færa bara heila hátíð sem að vera skipulagningu alveg yfir á netið og miðað við það þá er þetta bara búið að ganga eins og segir mjög vel. Að því sögðu þá verður nýsköpunarvikan haldin aftur í maí á næsta ári eins og upprunalegt planið var. Þannig að við hlökkum það líka til þess að taka móti fólki í eigin persónu þá og vera vonandi með bara fjöldan allan viðburðum bæði online og í eigin persónu. En við erum búin að vera með frábæra viðburði síðustu daga, meðal annars viðburðin Önnu sem var í gær frá Sea Data Center og hún getur sagt eitthvað meira frá því á eftir. Svo núna bara, meðan við erum að tala saman, þá er menntakvika í gangi upp í HÍ og það eru nokkrir viðburðir þar sem eru hluti af okkar prógrami líka sem að fjalla nýsköpun. Og þar er verið að tala tæknismiðjur í grunnskólastarfi, draumar, framkvæmd og fræði, þetta er svona sköpunar og tæknismiðjur. Og síðan er annar viðburður sem er nýsköpun og tækni. Og ég held að nýsköpun í menntamálum er eitthvað sem við erum kannski ekkert nógu duglega alveg til þess að tala af því að það er svo margt nýtt og spennandi sem er að gerast þar og við erum náttúrulega kannski að díla við það að 80% af störfum framtíðarinnar hafi ekki verið búin til ennþá og hvernig á skólakerfi og menntakerfi eftir að takast á við þetta. Þannig að þarna er alveg ótrúlega mikið af svona spennandi erindum og verið að tala alls konar ólíka hluti sem að vera að þróa núna innan bæði grunnskóla, menntaskóla og háskóla. Þannig að þetta er svona það sem er í gangi í dag og svo náttúrulega viðburðurinn hans Eyþór sem er á eftir, Hopp, þar sem er verið að tala stafrænan rekstur í deilihagkerfi og Eyþór náttúrulega getur aftur sagt okkur meira kannski frá þessu, svona leið okkur á bakvið tjöldin í fyrirtækinu Hopp. Svo fyrir við bara inn í helgina og hvílum okkur og svo er alveg brjálu dagskrá í næstu viku. Þá er alveg fullt af viðburðum á dag og verður rosa mikið að gera. Það hljómar mjög vel. En já, Melkork, ég veit að þú ert í tímaþröng núna, það er mikið í gangi hjá þér, þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir komin og segja okkur aðeins frá þessu og ég ætla að halda áfram að ræða þarna við hin 2. Takk fyrir. En Anna Björk, við kannski byrjum bara aðeins á þér með Sea Data Center. Hvað er Sea Data Center? Sea Data Center er fyrirtæki sem er að safna gögnum og og deila þeim inn á heimasíðunni seadatacenter.com. Við erum að safna gögnum sjávarútveg, það eru þá veiðitölur, við erum með kvótatölur, við erum með rosalega mikið af verðupplýsingum bæði frá fiskmarkaðum, ég held að segja með gögn frá yfir 25 fiskmarkaðum á heimsvísu. Og svo það sem ég myndi segja að var svona upphafið af þessu og er svona þetta uník er að við erum í raun og veru með alheims vöruflæðis upplýsingar á sjávarafurðum. Það er að segja að þetta er náttúrulega sumt af þessum gögnum sem við erum að safna erum að kaupa og annað er opinbert eins og til dæmis þessi vöruflæðisgögn. En þau hafa fram að þessu ekkert verið aðgengileg með neinum hætti. En inn á heimasíðunni hjá mér þá færðu fram til dæmis hvað er flutt mikið frá Íslandi inn á Bretland af þorski. Hvað það er, hvort það sé ferskflök eða fryst eða söltuð eða nakast ekki í hvaða formi sem það er.
bæði magn og verðmæti og svo sérðu þetta breytingunum milli ára. Utan þetta erum við náttúrulega að taka gögnin sem við erum að safna því að eitt að þú getur fengið aðgang inn á síðunni að bara gögnum, hrágögnum hjá okkur. Svo hitt að við erum að búa til mikið að greiningarefni út úr þessum gögnum. Þá erum við að taka saman alls slags skýrslur einhvers konar þróanir á til dæmis einhver ákveðin vörutegund, á ákveðin markaði, við erum að taka saman hvað mikið framboð til dæmis af einhverju ákveðinu vöru og setja það fram. Ég held að Íslandi, margir sem ég þekki og margir sem eru vanar að vinna í minni fyrirtækjum, þeir gera sér ekki alveg grein fyrir eitthvað sem mikið verðmæti eru í svona upplýsingum. Út af því út í hennum stóra heimi að þá fullt, þessi stóru fyrirtæki þarna, þau eru að borga svo mikla peninga til þess að fá góðar og ítarlegar upplýsingar. Þannig að það eru rosalega mikil verðmæti í góðum upplýsingum. Og þið eru líklega mjög framalega á þessu sviði. Eru margir sem eru að gera svipaða hluti á því út í heimi? Það enginn sem að gera nákvæmlega þetta, nei. Það eru svona óbein samkeppni frá til dæmis sjávarútvegsfréttamiðlum sem eru þá að birta einhverja gamla tölur með allt öðrum hætti eða þá að það náttúrulega ráðgjafafyrirtæki sem eru þá að selja einhverja stakar skýrslur. En nei, ég myndi segja að það væri enginn að gera nákvæmlega þetta sem við erum að gera. Já. Og ég algjörlega sammála því að það eru rosalega mikil verðmæti í gögnum. Sem ekki gleyma því að sjávarútvegur náttúrulega þetta alþjóða business og mesta fiski sem veiddur til dæmis í Íslands og við höldum okkur við það. Hann náttúrulega fluttur hann fluttur út og sem sagt neittur annars staðar heldur en hér. Algjörlega. Það náttúrulega gríðarlega verðmæti og það að vera með réttar tölur, vera með rétt gögn, það getur bara haft rosalega mikið að segja fyrir þig. Já. Sem þá seljanda eða framleiðanda eða kaupanda eða hvernig sem það sko. Já. En hvernig hefur þetta nú gengið út og núna eru þið með eins og þú segir, eitthvað sem kannski ekki margir hafa gert með þessum hætti áður. Hvernig hefur gengið að byggja upp fyrirtæki? Hafa verið margar hindranir á vegi ykkar? Hefur þetta verið erfitt að komast út á markaðinn? Hvað eru svona stærstu hindranir sem að þið hafi staðið frammi fyrir? Ég myndi segja að verkefnið náttúrulega búið að vera til í þessari mynd frá því 2015 og ég búin að vera með verkefnið síðan í byrjun árs 2015. Og það hefur breyst bara á þessum 5 árum sem ég hef verið með þetta, hefur náttúrulega áhugin á því sem við erum að gera breyst gríðarlega. Það mjög stolt að segja frá því að sjávarútvegsfyrirtæki í hvítfiski sérstaklega þar sem við höfum verið að leggja töluverða áherslu á í heiminum í dag eru viðskiptavinir hjá okkur. Þannig að það mjög skemmtilegt og ég held að heimurinn að fara í þessa átt, þannig að ef að þú ætlar ekki að nýta þér þær upplýsingar sem að liggja fyrir, þá verður það bara undir, það bara þannig. Já. Og það sem að hefur kannski verið eina áskorunum svo að við erum að taka svona þessa aðferðafræði sem hefur kannski verið meira inn í fjármálageiranum. Við erum að yfirfæra hana yfir á sjávarútveginn og þá ertu náttúrulega farið svona að pota í vinnubröð hjá fólki má segja, sko. Það kannski má segja að sé ein áskorun. Já, það séu margir út í heimi sem eru vanafastar í hvernig hlutin séu gerðir og þið eru þarna að kynna nýja leið og það sé kannski tekið stundum smá tíma fyrir fólk að átta sig á að hún betri. Já. Já, þetta mjög áhugavert. Já. En fyrir þau eitthvað sem eru að hlusta og horfa, ykkur velkomið að senda inn spurningar eða athugasemdir á okkur eins og alltaf. Þið getið gert það hérna bara fyrir neðan í athugasemdunum og við munum reyna að taka það fyrir hérna í beinni útsendingu ef það komið inn í tæka tíð. En Eyþór, þú ert hjá Hopp. Segðu okkur aðeins frá hvað Hopp Já, ég þarf varla að útskýra hvað Hopp lengur. Það hafa svo margir prófað þjónustuna eða séðan út á götu, en í grófum dráttum þá þetta deilihækkerisvædd samgönguþjónusta sem gerir kleift að leigja hlaupahjól innan ákveðs þjónustustæðis, rafdrifið. Það sem við getum notað til að komast ferðaðina frá A til B og þú getur sótt og skilað hjólinu hvar sem innan skilgreinds ramma. Ramminn sjáanlegur hér inn í appinu okkar.
Hop á App Store og iOS. Við erum núna með tæplega 200 hjól á götunum núna eftir mjög þungt sumar og höfum verið í rekstri í ár, cirka rétt rúmlega verið síðan. Áttum eins árs afmæli núna undir lok síðasta mánaðar og vorum fyrsta fyrirtæki af þessum toga sem opnaði hér á landi og höfum bara verið brautryðjandi í þessu síðan þá og vera ótrúlega mikil áskorun því að við erum líka að búa til okkar eigið app og stjórnundaviðmót frekar en að kaupa það erlendis frá, þannig við höfum þurft að byggja upp hvað maður segja bara alla reynslu og þekkingu í þessum geira á landinu frá grunni og það hefur líklega verið svona okkar eina stærsta áskorun sko, því að við byrjuðum á þessu fyrstir og vissum voðalega lítið nákvæmlega hvernig átti að gera hlutina. Þannig að við þurftum bara að fara í bootcamp við að læra og ítra og þróa hvernig á að hlaða batterín, hvernig hagkvæmast að skipta þeim út, hvernig hagkvæmast að gera við hjólum og svo framvegis. En á sama tíma þá erum við líka farin í þetta út frá því leiðarljósi að reyna að hafa notendurna fyrst, almennt svona þjónustur erlendis eru rekin af einhverjum risastórum fyrirtækjum sem eru með milljarða af venture fjármagni á bak við sig. Við bara að hámarka tölum mest fyrir fjárfesta sína. Við erum að reyna að setja notendurna í fyrsta sæti og búa til eitthvað sem er hægt að virkilega nota sem part af samgöngum sínum. Við lækkuðum verðin hérna á svæðinu, miðað við hvað þetta kostar í Evrópu, þá Hop á Íslandi líklega ódýrasta svona kerfið í Evrópu. Ég held að sé ekki hægt að segja það marga hluti á Íslandi. Nei, nefnilega. Og við höfum tekið alls konar aðrar ákvarðanir eins og til dæmis að hafa ekki svona veskilskerfi eins og mjög algengt í svona þjónustum erlendis og við erum líka að reyna að halda þessu eins umhverfisvænt og hægt Loka markmiðið bara að reyna að minnka útblástur á borginni, ekki bara út frá eðli þjónustunar, heldur líka gegnum það gegnum afleidd tækifæri að bjóða notendum að nota gott þessi leiða eins og þegar við áttum eins og sammælið þá fyrir hverja ferð sem farin þá var plantað einu tré og svo framvegis. Já. Mér finnst alveg, þegar þú ert að tala tímalínuna, hvaða stuð þeir fóru á stað, mér finnst það alveg ótrúlegt út af því að mér líður eins og það hefur verið hérna miklu lengur út af því að ég sjálfur hef notað þjónustuna ykkur oft. Ég bý nú hérna miðsvæðis í Reykjavík og ég nota hann oft og það finnaði líka og kannski að flotta við vörumerkið ykkar það að nafnið á fyrirtækinu svolítið að breytast yfir í svona sagnorð hjá mörgum út af því að þegar ég að fara kannski á kaffihús eða eitthvað, þá tala ég að hoppa út á kaffihús. Ég að fara á hlaupahjólinu hjá ykkur, þannig að þetta skemmtilegt hvernig þetta búið að þróast, bæði fyrirtæki og hvernig fólk að nota þetta og nota nafnið á fyrirtækinu sem bara svona sagnorð. Algjörlega, og ég trúi því bara í hjartanum mínu að hluta af því sem að styðja við þessa bara málfræðilegu yfirtöku af nafnið á fyrirtækinu okkar að við erum að reyna að vera partur af samfélaginu. Það augljóst að þetta rekið af Íslendingum, appið á íslensku og það búið til á Íslandi frá A til Ö, allt nema bara hlaupahjóli sjálft sem kannski orðið svolítið óraunslegt að búið til á landinu. Já, en þið hugsið þetta mjög alþjóðlega og Jú, algjörlega. Þið eru ekkert að takmarka ykkur bara við Reykjavík eða eitthvað svoleiðis, þið eru að hugsa miklu starra. Segðu okkur aðeins frá því. Já, við erum að reyna að taka svolítið nýja nálgun á hvernig svona hlaupahjólafyrirtæki eru vanlega skölluð upp. Oftast þá sækja þau sér, eins og segja, áhættufjármagn og bara opna rekstur sjálf í fleiri og fleiri löndum í stórborgum þar sem þau eru að reyna að hámarka arðsemi hvers slags hjóls. Við erum hins vegar búin að eyða síðustu 6 mánuðum í að búa til franchise-plattform þar sem það er hægt að spinna off Hop-plattformið aftur með Hop-vörumerkinu ennþá má líka svo svolítið við McDonald's þar sem að hver sem erlendis getur heyrt í okkur eða hérlendis eða erlendis getur heyrt í okkur og beðum að fá að opna Hop. Þá förum við í gegnum samningsferli og viðtal og vettum einstaklinginn, sjáum til þess að við séum fylgjandi sömu markmiðum og stefnu við og ef allt gengur vel þá opnað erlendis. Við erum til dæmis búin að opna okkar fyrsta sérleyfi núna miðjan ágúst síðastliðinn á Spáni þar sem bara mjög skemmtilegt í lítlum bæ sem heitir Óruhöla Kosta og markmiðið sérstaklega að reyna að ná til smærri bæja frekar en stórborga. Ísland til dæmis með 120.000 íbúa líklega með smærri borgunum þar sem að svona þjónusta fyrirfinnst af því að stærri leikmyndir eru almennt bara í 500.000 pluss manna borgunum. En það er heldur mikill óplæður akkur í þessum smærri borgum og við ætlum okkur að herjast á þær. Óruhöla Kosta til dæmis bara á stærri Kópavog, bærinn sem opnuðum við á Spáni. Já.
Þetta mjög skemmtilegt og kannski líka mjög svona COVID-friendly ferðamáti sko, út af því að maður ekki að tróða sér inn í strætó eða eitthvað svoleiðis, þannig að það mjög skemmtilegt. En það sem ég fannst svolítið gaman við að fá ykkur tvö var það að þið eru bæði sko, staðsett á Íslandi að gera algjörlega andstæða hluti, Anna að vinna með fiskigögn og þú ert að vinna með hlaupahjól og maður fyrstu sem getur ekki verið sko, ólíkari hluti sko, en þið eru bæði að hugsa mjög alþjóðlega og horfa út fyrir landsteinan og sjá hvernig getum við í rauninni skala þetta upp og það það sem ég finnst svo áhugavert líka bara við frumkvöðla fyrirtæki yfir höfuð sko, að þótt svo við sem að gera mismunandi hluti, þá er þetta oft mjög svipaðar hindranir og hluti sem við þurfum að komast í gegnum. Þannig að þetta var mjög gaman að fá svona tvö fyrirtæki úr svona ólíkum mörkuðum sko. Við vorum að fá inn spurningu frá henni Daða. Daði segir að maður langar að spyrja Eyþór af því hvernig hopp hefur brugðist við komið vindin á markaðinn. Sjá þeir komið þeirra sem jákvæði fyrir hopp að einhverju leyti. Ok, mjög góð spurning og mjög valid spurning. Eyþór, ertu með eitthvað skoðun á því? Já, ég skoðun á því. Við náttúrulega áttum allt sumarið svo gott sem ein í Reykjavík, sko, og það var mjög gaman, en ég fagna því að það sé komin samkeppni, sko. Það er gott að hafa eitthvað sem að heldur mann á tonnum. Það er leiðilegra að það sé ekki innlendur aðili líka sem að við fáum svona keppa frekar toe-to-toe við, en vindur sem sagt þýskt fyrirtæki með einhverja 50 milljónir evrur áhættufjármagn bak við sig sem eru ofta bara útibú út allan heim, en eins og segi, það er mjög gaman að hafa samkeppni eitthvað svona virkilega stóran sem maður getur tekist á við í svona Davíð og Golíat stemmingu. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig við tæklum næsta vor, sko. Ég hef mikið áhuga að sjá hvernig það verður hjá okkur. Já, en ég held líka sko, bara þannig ég bæti við þetta, ég held að mörgu leyti sé þetta bara mjög jákvætt að hafa fleiri aðila hann inni og þetta gerir þetta meira að eðlilegum hlut, þannig að það er bara fleiri að sjá þetta sem góða leið til að komast á milli staða sko. Algjörlega, og það er bara þekkt að í borgum almennt þá eru fleiri en einn aðila að reka hlaupahjól á því svæði sko, því að það er náttúrulega ekki eðlilegt að einhver sé með innokun og einhverju markaði saman hversu markaður er. Já. En já, góð spurning. Ef þið eru með einhverju fleiri spurningar fyrir Önnu Björk eða Eyþór Mána, þá bara sendið þær inn og við skulum reyna að svara þeim. En ég meina spurningu fyrir ykkur út af því að nú er þetta nýsköpunarvikan í gangi núna og mér langaði til þess að fá ykkar innsýn. Hvað finnst ykkur svona stuðningsumhverfi fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarf á Íslandi? Þú veist, hvar erum við að standa okkur vel og hvar erum við að standa okkur illa? Já, mjög góð spurning. Vilt þú, Anna? Mér finnst svona mín kynni af nýsköpunarumhverfinu á Íslandi eru bara góð. Við erum náttúrulega bæði með Rannís og þar geta frumkvöðlar sótt alls konar aðstoð, bæði í formi styrkja og svo bara frábært fólk sem að vinnur þar innan dyra sem að er tilbúið til þess að svona leita þær. Og eins bara þetta teymi í kringum sem startupið. Þar var mikill mannauður af fólki sem eins og Melkorka sem að setja saman viðburði, tengja fólk saman og hjálpa manni áfram. Þannig að mér hefur fundist svona umhverfi á Íslandi bara gott. Já. Já, ég tek bara mjög mikið undir þetta. Mér finnst umhverfið vera mjög gott. Það eina sem mér finnst að geti verið betra er að það geti verið svona skýrara hvert maður á að leita á hverjum tímapunkti. En ég fíla ótrúlega mikið hvað er mikið af viðburðum og hackathonum og svona ýmsum, hvað maður að segja, vettvöngum til þess að læra sem er hægt að taka þátt í. Ég til dæmis sjálfur var ekkert inn í nýsköpun fyrir í fyrsta lagi fyrir 2 árum síðan þar sem ég var bara peppaður í að taka þátt í gullleikinu. Alveg óvænt, en vissi ekki að það væri hlutur fyrir en ég var peppaður í að taka þátt í. Þannig að sá farvegur, já, þegar maður síðan er búinn að læra hvernig maður á að reka sprotafyrirtæki eða búinn að fá svona þessa pöllu sem er nýsköpun eða frumkvöðlastarf. Hvert maður getur leitað að hafa svona meiri guidance. Því að það er frábært fólk innan Rannís og innan Icelandic Startups og nýsköpunarmiðstöðunar og svo framvegis. En það er svo erfitt að vita hvert maður á að leita endilega. Já, algjörlega. Já, svona, ef maður er komin svona með tengslinn inn að þá fær maður mikla aðstoð, kannski tekið undir það með Eyþór.
En ef þú kannski ert ekki inn í þessum hópi að þá einhverja frábæra hugmynd, þá væri kannski hægt að svona vera sýnilegri, þannig að fólk svona átti sig einmitt á því hvert það getur farið og hvernig, og svona, já, hvernig prósessin í kringu það. Já, það er oft þetta fyrsta skref ofta erfiðast að komast einhvern veginn aðeins inn í umræðuna og fyrir þá sem eru að hlusta þá mæli ég algjörlega með líka að þið til dæmis kíkið inn í Facebook-grúppuna Íslenski frumkvöðlar. Já, það er mjög virk grúppa og þar getið spurt spurninga og leita ráð og annað slíkt. Mér finnst það oft bara góðu fyrsti staði fyrir fólk til þess að kíkja á sko. Og svo náttúrulega líka bara mæta á alla þessar viðburði sem eru í gangi eins og nýsköpunarvikan. Því miður er hún ekki jafn mikið í einn persónu núna eins og hún verður næsta ári sko en það er samt hægt að taka þátt í umræðinni og vera með og svona og sjá hvað það eru að gera og það er kannski þessna líka sem ég er að reyna með beina útsendingar þannig að maður getum aðeins kynst ýmsum frumkvöðlum sem eru hérna inni sko og svo kannski minnist ég líka á náttúrulega, ég kenni náttúrulega námskeiði hverju mánuði fyrir fólk sem er að taka sín fyrstu skref og kynni þeim fyrir öllu frumkvöðlu umhverfuna, ég bara nefni það hérna í leiðinni. En já, ég ætlaði ekkert að hafa þetta langt í dag, mér langaði bara til að kynnast aðeins Önnu Björk sem að þú varst með viðburði í gær, það ekki, á nýsköpunarvikunni? Jú, virkilega gaman að segja frá því að ég var sem sagt með svona webinar í gær þar sem að ég var með algjöra A-list speakera, nú er ég slett alveg rosalega með mér að tala þróunarverðum og við erum svona svolítið að spá fyrir hvernig verðþróun og þorski mun vera árið 2021. Og þá vorum við með bara þungavekta menn í bransanum, greiningar aðalega fyrir hvítfisk í Nordea bankanum, sem er stærst í Noregi og svo vorum við með sölustjóra sem er að stýra sölu hjá einu stærsta hvítfiskfyrirtæki í heiminum í dag og það er rússneskt og svo vorum við með amerískan editor hjá sjávarútvegsblaðið í Ameríku og svo var makkerinn minn og þetta er í tengslum við annars vegar skýrslu sem við erum að vinna þorsk sem kemur út núna á Reykjavíkunni 30. október. Hins vegar að því að við erum að vinna og það er svona nýtt í því nýja að því að við erum náttúrulega alltaf að safna þessum gögnum og við erum alltaf að auka og stækka gagnasafnið hjá okkur og svo erum við náttúrulega bara í stöðugri vöruþróun og þá erum við að setja saman nýjar vörur, skýrslur og tölur og annað út úr þeim gögnum sem við erum að safna. Það sem við erum að vinna í núna sem er mjög spennandi, það er þessi verðspá fyrir þorsk og sem sagt og það var komið gaman í gær að bæði náttúrulega er þetta allt á netinu og nú er náttúrulega heimurinn bara búin að aðlagast því að Teams og Zoom og öllum þessum fundaforritum. Þannig að þetta er nú allt, heimurinn verður alltaf minni og minni og við vorum með 120 manns á webinar í gær og þetta var allt bara bara já mjög hvað segir maður, virtir aðilar innan greinarinnar á vísu og og svolítið gaman svona að hvernig við erum að koma með svolítið aðra nálgun núna heldur en það hefur verið gerð áður, það er að segja hvernig við erum að nýta gögnin og við komum til með að senda sem sé vídeo af eða upptöku af viðburðunum út frá okkur setjum dag og svo líklega deilist hún eitthvað neti núna næstu dögum en verður fólki verður áhuga á þorskverðum að kíkja sem við erum að gera þarna. En við erum bara, ég er súper ánægð með þáttökuna og gaman að fá þennan stuðning frá þessum þungavektar aðilum sem eru náttúrulega viðskiptavinir hjá mér og svona að gefur því sem við erum að gera myndi ég segja mjög mikið gildi. Þannig að ég er bara ótrúlega stolt af þessum viðburði og ánægð hvað tókst vel. Frábært, þetta hljómar sem ekkert smá viðburður.
Eyþór, viltu segja okkur eitthvað aðeins frá viðburðunum sem að þú verður með eftir? Eitthvað endilega, að sjálfsögðu. Einhverjir flugeldar sem eru framöndan? Já, ég að fara að tala deilihagkerfi og hvernig þau geta búið til rosalega hagræðingu í samfélaginu, tala af hverju við ættum frekar að deila hlutum, frekar en að eiga hluti og umhverfisvæna þáttum sem fylgir því. En síðan ætla ég líka bara að fara bak á tjöldin í rekstrinum, tala hóp síðastliðið ár, bara það þá þröskuldi sem við höfum þurft að stíga yfir, þá ekki sem við höfum þurft að brjóta niður og svo framvegis. Ég bara hvet alla sem hafa áhugaði að heyra eitthvað rekstur alveg nýs tegundar fyrirtækis á Íslandi að tjúna inn og heyra í. Síðan ætla ég að vera eitthvað Q&A eftir á og spjalla trúnum. Þetta ljómar ekkert smá skemmtilega. Eins og sé, ef þið úti eru með einhverjum spurningar, endilega senda þær inn, við erum að fara að klára þetta núna, en við vorum að fá athugasemd frá honum Valdimari, hann vildi bara benda á og honum finnst frábært hvað Hopp duglegt við samfélagslega ábyrgð með því að vera með fólki vinnu með skerta vinnugetu og hann vildi bara hrósa ykkur fyrir það. Já, takk fyrir það, sem ætti svo sem að vera alveg sjálfsagt. En já, ég held að við segjum þetta bara gott í dag og ég bara þakka Önnu Björk og Eyþór og náttúrulega Melkorku bara kærlega fyrir að taka ykkur tíma til þess að spjalla við okkur og segja okkur frá því sem það er að gera. Ég vona sem flestir kíki á bæði upptökunar hennar Önnu Bjarkar og viðburðinn hans Eyþórs og eftir og ég verð svo aftur strax eftir helgi á mánudaginn klukkan 10 með aðra útsendingu. Þannig að bara takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir sömuleiðis. Takk fyrir.